Herru, Kristján, bara öruggt í dag 5-0, bara svona lengi í gang en þetta kom í seinna og þá var það alveg spurning. Já, og mjög mikilvægt að komast í 1-0 fyrir hálfleikinn. Það breytti leiknum og eftir það þá bara held ég að þetta var eiginlega bara komið. Bara skora fleiri mörk og já, þetta var bara komið. Kemur inn á skorar, það leist ekki alveg út eins og vissi hvort þetta verið markið þitt eða ekki, en hvernig svona leiðir bara eftir þú bara fattaðir að þetta væri þitt mark? Bara geggja, fyrsta markið, já, ég veit það ekki, bara geggja. Bara geggjað. Já, bara geggja. En bara svona koma inn á í svona leik, Arnar talaði fyrir leik að hann vildi fá varamenn myndi sjá leikinn, ekki horfa á hann, bara hvernig fannst þér leiðir að koma inn á í svona leika sem að bara gegn brotnu liði og bara innanast alltaf í sókningu? Já, mér finnst það bara geggja. Mér finnst betra að vera í liði sem að heldur í boltann og sækir og getur bara, getur líka búið til eitthvað og skora mörk. Það er bara geggja. Náttúrulega bara fyrir áleikur á móti seinni hálfleik, við héldum eiginlega boltann nánast til allan leikinn og munurinn var kannski að við fengum talsvert hættulegri færi í seinni hálfleik. Ertu með einhvern útskýringar af hverju þú heldur að það sé, eða var þetta bara kannski þessar flóðgötur sem opnuðust eftir að fyrsta markið kom og kemur annað? Já, ég held að þeir líka kannski, reyndu, það var einu sem sá að þeir fóru með svolítið marga leikmenn fram, þá bara counter-attack og við vorum kannski 5-4 eða eitthvað. Þetta gerist ekkert í fyrri hálfleik, þannig að svona gerist í seinni hálfleik, þá opnast aðeins leikirnir og bara, já, þetta var aðeins léttara í seinni hálfleik, fannst mér. Og bara góð byrjun á riðlinum að vinna svona stórt, sérstaklega ekki oft sem að sér Ísland vinna svona stórt í svona skildu sigrum eins og bara maður getur sagt. Nei, það var kannski ekkert oft, en þetta var bara mikilvægt að fá 3 stig og gaman að skora 5 mörk og halda hreinu líka. Næsta verkefni á móti Frökkum útivelli gjörólíkt þessu verkefni núna. Við kannski verðum svona aðeins varnarsinnaðri, gerum maður ráð fyrir á móti þeim en í dag, eða hvað, heldur að við Arnar munum bara halda áfram að sækja það? Ja, það kemur í ljós. Ég er náttúrulega aðeins erfiðari andstæðingar og það kemur í ljós. Ég vonandi bara ná eitthvað út úr þeim leik og við ætlum að gera okkur besta í það. Takk fyrir gangvel.